Heilsuefling eldri borgara á Suðurnesjum hefur gengið afar vel og líka vakið athygli. Dr. Janus Guðlaugsson hefur unnið frumkvöðla starf í heilsueflingu 65 ára og eldri með góðum árangri og hann fékk sinn stóra hóp sem stundar heilsueflingu í Reykjanesbæ í salinn í upphafi vikunar. Ekki fleiri en 21 með teygju að vopni og 2 metra á milli. Janus, þú hófst leikinn hérna með heilsueflingu meðal heldri eða eldri borgara hér í Reykjanesbæ 2017. Og hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur bara gengið einstaklega vel og ég verð eiginlega þakklátur fyrir það traust sem okkur hefur verið sýnt og bara þakkir til bæði bæjarstjórnar og samfélagsins sem hve vel tekið á móti okkur. Og við sjáum núna að það ákveðnir hluti sem að skila sér afskaplega vel og við erum búin að mæla þetta reglulega, mælum á 6 mánaða fresti. Það sem við erum að sjá, kannski sem stendur kannski upp úr, að heilsu tengd lífsgæði, þau að eflast með hverju mánuði sem líður eða hverju mælingu sem líður. Þannig að það afskaplega gott að sjá þá niðurstöðu. Þú hefur miðað þetta við 65 ára og eldri. Hvers vegna það? Akkur ekki 60 eða 50? Hvað það sem þú ert að miða við þarna? Við erum að taka svolítið sjónarmið af Evrópusambandinu og þar eru áherslupunktar í kringum 65 ára aldurinn. Þetta svona ákveðin aldursmörk í lífinu, þar sem menn að kannski að hverfa vinnumarkaði. Og hvað tekur þá við? Þó svo að ég þeirra skoðunar að við eigum að fá að vinna eins lengi eins og við kærum okkur því að það hefur skerpir á heilastarfseminni að halda sér við ákveðið efni og vinnu. En einnig líka að eftir 60 þá verður svona ákveðið hrun við getum sagt bara hrun í lífsferlinu. Við förum að sækja á okkur meiri fitu, það safnast á okkur meiri fita, við stirðnum meira, hjarta- og æðakerfið stífnar svolítið og blóðþrýstingur hækkar. Og svo það sem kannski einna verst í þessu öldrunarferli að vöðvarýrnun á sér stað og við erum að tapa eftir 60-65 ára aldur, þá erum við að tapa 10% af vöðvamassa á hverjum áratug. Árin á undan, frá 25 til 30 fram að 50-55 ára aldri, þá erum við að tapa svona 15% af vöðvamassa. Þannig það kemur ansi kröftugt fall, en það svo auðvelt að snúa þessu til betri vegar og auka lífsgæði eða halda þeim við á þessum árum með í rauninni einföldum aðgerðum. Og við sjáum það kannski einna best núna á tímum COVID, þar sem samkomutakmarkanir eru við lýði og heilsuræktarstöðvar lokaðar. Þá verðum við bara að finna einhverja nýja leiðir til þess að ná að viðhalda, við getum sagt, þörf líkamans til hreyfingar. Þannig að líkaminn bara haldi velli og líka starfsemin haldi velli. Nú hefur náttúrulega starfsemi verið skert hjá okkur í COVID-inu, en þú vart að kalla fólkið þitt hérna aftur saman í Reykjanesbæ og ert þó að það tækjasalir sem að þú hefur verið með fólkið þitt í meðal annars eru með ákveðnum takmörkunum, en þú ert mættur hérna með teygjur handa fólkinu. Já, á svona tímum þá þarf maður að finna upp á einhverju og til þess að mæta þessum þörfum einstaklingsins til þess að viðhalda bara líkamsstarfseminni. Og við höfum gert það frá upphafi þegar við þurftum að sinna öllum í gegnum bara fjarþjálfun, í gegnum netpost, í gegnum lokaðar Facebook síður og samtöl og það hefur gengið vel. En núna opnaðist aftur fyrir, á 12. janúar, þá opnaðist aftur fyrir rýmkaði örlítið samkomutakmarkanir, þannig að við getum verið núna allavega 20 saman í hóp og
kusum þá, að því að heilsuræktarstöðvarnar eru lokaðar, þá kusum við að fara inn hér inn í Íþróttaakademíuna í Reykjanesbæ. Þar var opið hús fyrir okkur og fáir að nýta sér aðstöðuna fyrir hádegi. Þannig að við erum þá með og nýttum okkur þá teygjur sem tæki til að efla eða halda við styrknum. Þannig að við erum í rauninni komin í svona hefðbundna áætlun með okkar starfsemi, það er að segja að vera með 2 styrktaræfingar í viku með þá teygjur. Og við erum bara að byrja fyrstu vikuna núna og ég sé það bara á fólkinu hvað það er ánægt að vera farið af stað. Þú hefur verið að leggja áherslu á það að það er ekki nóg að fara bara út að ganga. Það þarf að styrkja skrokkinn líka. Já, það er hvort tveggja nauðsynlegt. Hjarta- og æðakerfið þarf á súrefni að halda og þá kemur til ganga eða synda eða dansa eða hvað sem er. En svo það vöðvarnir eins og ég nefndi áðan. Þeir rýrna. Það er þessi sarkópenia eða hægfara vöðvarýrnun sem sko, já, hittir okkur öll þegar við eldumst, sérstaklega eftir þetta 60-65 ára aldur. Og þá þurfum við að bregðast við og teygjan, mismunandi tegundir af teygjum, ég er nú með hérna nokkrar og þetta erum við með fyrir okkar þáttakendur til að vinna með fyrir hina ýmsu vöðvahópa og gengur bara fyrstu 2 dagarnir lofa afskaplega góðu. Eru margir sem hafa lítið ekkert gert í COVID-inu? Það eru 1 og 1, 2 og 2 sem hafa lítið gert. Þetta hefur einhvern veginn ekki náð í gegn eða fólkið vilja bara halda sér til hlés og vil ennþá halda sér til hlés þar til að mótefnið er komið og bólusetningin er garð gengin. En það er undantekning. En við sjáum það samt sem áður á fólkinu að þeir sem hafa verið að stunda daglegar hreyfingu, þeir eru mjög frískir. En aftur á móti þeir sem hafa ekki, já, við getum sagt ekki fylgt okkar daglegri rútínu, að þeir eiga svolítið í land og nú er bara að halda áfram veginn og það er ekki aftur snúið. Þú varst búinn að opna app, smá forrit, viltu kannski sýna okkur það? Hvernig er það að virka? Sko er það leiðbeining fyrir þátttakendur? Þetta er eitt af því sem kom upp líka á þessum tíma. Við vorum að vísu búin að fengum styrk frá Rannís á sínu tíma í þróun á tæknilausnum og appið eða heilsuappið var eitt af því, þannig að við hönnuðum svona sérstakt app fyrir okkar þáttakendur sem að koma að afskaplega góðum notum núna. Það er einfalt í rauninni, það eru stóri stafir og þar geta þau fylgt sinni áætlun, þau skrá þá niður daglega göngu hjá sér og appið reiknar út meðaltal á viku, meðaltal síðustu 7 daga, þannig að þau sjá nákvæmlega hvort þeir sé að fylgja þessum leiðbeiningum okkar eða ekki. Og við erum, sérstaklega í göngunni, þá erum við að miða við að jafna þeim 30 mínútur á dag og fólkið fær þá áminningum það hvort það sé að ná þessu eða ekki. Við erum einnig með styrktarþjálfunina, þegar við byrjum á henni þá er þá möguleiki að nota appið einnig. Við erum með þjálfunarpúls inni, appið reiknar út fyrir æskilega þjálfunarpúls fyrir hjarta- og æðakerfið og vegna þess að við erum að tala um COVID þá hefur þetta ekki bara áhrif á líkamlegan þáttinn, þetta hefur áhrif á andan í okkur, hvernig okkur líður og þá er hægt að stilla í rauninni ákefð í þjálfun á þann hátt að heilinn, og talið er að heilinn myndi endorfín eða svo kallað dópamín heilans til þess að láta okkur líða betur og þá getum við séð það í appinu að æskilegur þjálfunarpúls við getum sagt svona 50-60% af hámarkinu. Þetta sjá okkar þáttakendur afskaplega vel. Þannig að appið er að koma á góðum notum einmitt núna. Hvernig var að taka á teygjunum? Það er alveg dásamlegt, ekki veitir að fyrir gamla kalla. Ertu búin að vera duglegur að hreyfa þig í
kófinu? Já, ég held ég verður nú að segja það. Ég reyndi að labba eins og ég get og síðan keypti ég mér lítil lóð í haust og hef verið svona að reyna að lyfta þeim aðeins líka heima við bara. Nauðsynlegt. Það er nauðsynlegt. Það er algjörlega nauðsynlegt. En Sigga? Nei, ég hef ekki búin að hreyfa mig nóg en það er fínt að byrja aftur hérna. Ég hef komin á fullt í haust og var æðislegt að byrja hérna hjá Janusi. En ég hef ekki, ég hef fótt að ganga fyrst, en núna svona seinni var til þess að maður fór að vinna aftur. Ekki nógu mikið, en flott að byrja aftur hjá Janusi. Skiptir máli að vera í svona smá hóp? Já, mér finnst það. Annars finnst mér rosa gott að fara að synda og þá vil ég helst bara vera einn. Sundi er náttúrulega æðislegt. En þetta er þessi hóptímar eru æðislega flottir. Þetta er nú svolítið magnað þetta verkefni heilsuefling hérna eldri borgara í Reykjanesbæ hjá honum Janusi. Það er sko stórkostlegt, það er ekki bara flott, það er stórkostlegt og ég get þá bætti við Páll að kona mín lenti í erfiðum uppskurðinum í haust en hún var búin að vera hjá Janusi í 2 ár og hún er sannfærð að það hjálpaði henni alveg rosalega að ná upp þreki aftur og hún er að vinna í því. Það hefur allt að segja. Sammála því Sigga að það sé gott að sé svona, þetta er búið að þessi heilsuefling er búin að vera mjög skemmtileg og þetta hefur verið náð góðum árangri hérna í bæjarfélaginu og á svæðinu. Mér finnst það alveg frábært, ég voru fylgjast með þessu en ekki tekið þátt í þessu fyrir núna. Mér finnst það alveg frábært framtak á bæjarfélaginu og öllum að gera þetta. En svo náttúrulega eldri borgarar leikum í sundin hjá okkur og það er bara frábært líka dagskrá þar. En þetta er bara alveg frábært þessi heilsuefling hérna. Það er náttúrulega nauðsynlegt eins og Janus segir að þetta verður enn mikilvægara eftir sem við verðum eldri að hreyfa okkur og styrkja okkur. Að sjálfsögðu er það þar. Ég er búin að bíða eftir að byrja og loksins er ég komin á stað og mér finnst þetta bara alveg frábært. Allir ánægðir að geta verið að byrja þér aftur. Svo sannarlega. Þannig hvernig finnst þér fólki vera svona komið aftur? Það eru bara allir gríðarlega ánægðir og þakkláttir fyrir að komast aðeins út úr húsunum og við hafum svona fundið fyrir því að haustið er búið að vera mjög erfitt. Þetta er svona eins og félagsleg einangrun og margir sem hafa bara lokað sig inni. Þannig að þau voru algjörlega tilbúin núna, virkilega. Heldur að séu margir sem hafa ekki verið að hreyfa sig nú í kófinu? Já, það er bara ótrúlega margir og svo náttúrulega það skiptir máli með veðrið og þau eru vön að fara inn í Reykjaneshöllina. Hún er búin að vera lokuð líka lengi. Margir hafa verið að nýta sér knattspyrnuvöllinn eða göngustíginn í kringum knattspyrnuvöllinn en aðrir hafa bara ekki treyst sér út í hálku og kulda. Hvernig fannst þér ganga með teygjurnar? Nú þið eru vanalega með þau að lyfta einhvern lóðum og í styrkingu en núna eru það að nota teygjurnar. Hvernig er það að ganga? Það eru bara allir mjög ánægðir og þetta er bara styrktaræfingar sem gott er að bara byrja á núna og ég hugsa að við æfum hérna bara í mánuð og vonandi komist svo öll inn í sporthúsið sem allra fyrst. Þannig það er verið að leggja áherslu á það að ekki síst á efri árum, eftir 60, þá þurfi fólk að hugsa meira um þetta. Já, algjörlega og fyrr, fólk ætti bara að hugsa um þetta líka fyrr, að það er hver tugur sem telur og þá færi maður að missa vöðvastyrkinn og vöðvarýrnun og þetta er bara það allra mikilvægasta fyrir heilsuna, það er að styrkja sig. En félagslegi þátturinn, hann er líka sterkur í þessu? Já, hann er mjög sterkur og það sést á til dæmis fjöldanum sem er að koma í Reykjaneshöllina að ganga, að þetta eru ekki bara 10-20 manns, þetta er bara hátt upp í 100 manns sem er að koma á hverjum degi og það er náttúrulega til að komast bara út á mótnana, fullt af fólki sem býr eitt og vill bara hitta annað fólk og taka göngutúr á meðan. Það er bara virkilega gott og heilsueflandi fyrir alla. Þannig að það er svona vona á betri tíð vonandi á næstu vikum og mánuðum þegar þetta fer svona aðeins að hægjast á í kófinu, getur við sagt, eða vona það. Já, við vonum öll og höldum öll í vonina og þetta er bara mikilvægasta í lýðheilsunni, það er að geta farið og hugsað um heilsuna, að það er bara fullt af fólki sem hefur ekki tök að gera þetta heima á sér. Þess vegna verðum við að reyna að koma til móts við fólkið og hjálpa þeim og halda áfram að efla hvort annað. Og það hefur gengið mjög vel? Það gengur mjög vel. Það mæta allir mjög vel. Já.